Ég ætla að fara yfir með ykkur nýjasta valdbeitingartæki lögreglunnar, rafvarnarvopnið, Taser 10. Þeir sem að bera valdbeitingartækið á sér eru útskrifaðir lögreglumenn sem að hafa lokið mjög góðu og löngu námskeiði í notkun á rafvarnarvopni og hafa þar farið yfir alla helstu virkni, hvað ber að varast í notkun tækisins og fleira sem er mikilvægt að hafa í huga þegar það er verið að nota rafvarnarvopn. Það gerir okkur kleift að beita valdi úr lengri fjarlægð sem að tryggir bæði öryggi lögreglumanna og annarra borgara þar sem við þurfum ekki að fara í mikið návígi við handtökur á hættulegum einstaklingum. Okkur er sem sagt kleift að nota rafvarnarvopnið á alltaf 12 metra færi og það sem að rafvarnarvopnið gerir er að það heftir í tímabundið sjálfviljuga eða viljastýrða vöðvahreyfingar einstaklinga í 5 sekúndna hrinum. Að þessum 5 sekúndum loknum að þá rýfur Taserinn eða rafvarnarvopnið strauminn sjálfkrafa þannig að það er ekki eitthvað sem við þurfum að muna eftir í mjög streituvaldandi aðstæðum. Þetta gerist það bara sjálfkrafa. Það sem við gerum þegar við notum rafvarnarvopnið þá skjótum við 2 pílum í einstakling, að minnsta kosti 2 pílum. Þær þurfa að ná tengingu í líkama einstaklingsins og þá á sér stað þessi tímabundna vöðvalömun sem við erum að leitast við að ná fram. Samhliða nýju rafvarnarvopni hefur lögreglan tekið í notkun nýja búkmyndavél sem er frá sama framleiðanda og rafvarnarvopnið. Það sem gerist er að það á sér stað samtal á milli rafvarnarvopnsins og búkmyndavélunar þannig að þegar ég dreg rafvarnarvopnið úr slíðri þá hefur búkmyndavélin upptöku sjálfkrafa leið og rafvarnarvopnið er komið upp úr slíðrinni. Þetta auðveldar okkur allt eftirlit með notkun á rafvarnarvopni. Ráðherra hefur nú þegar skipað eftirlitsnefnd sem hefur það hlutverk að yfirfara hvert einasta tilvik þar sem að rafvarnarvopni er dregið úr slíðri óháð því hvort að rafvarnarvopninu sé beitt eða það hreinlega bara sýnt á vettvangi og notað við spennulækkandi aðferðir sem við beitum. Hafi fólk áhyggjur af nýju valdbeitingartæki lögreglunnar þá er það mjög skiljanlegt og viljum við þess vegna kynna fyrir ykkur virknina á rafvarnarvopninu. Rafvarnarvopn eru á sama stigi í valdbeitingarstiganu svokallaða og kylfa og varnarúði. Það er okkar trú að líkt og með önnur valdbeitingartæki lögreglunnar þá verði rafvarnarvopn lítið notuð. Þegar við erum að tala valdbeitingu með rafvarnarvopni þá getum við talað svokallaða stigmögnun valdbeitingar þar sem að fyrsta skrefið væri að kynna að lögreglumaður á vettvangi væri með rafvarnarvopn. Næsta skref gæti þá verið að draga valdbeitingartækið úr slíðri og sýna það og það myndi hjálpa okkur að ná tökum á aðstæðum á vettvangi. Næsta skref væri þá að taka öryggið af og ræsa tækið. Það sem við getum síðan gert með rafvarnarvopninu áður en að því er beitt, að við getum sendt frá okkur svokallaða viðvörun sem hljómar svona. Þetta sýnir þá að okkur er alvara með því að tala að beita tækinu. Það sem kæmi eftir þessu væri þá að beita rafvarnarvopni þar sem við sendum að minnsta kosti 2 pílur í einstakling sem að verða að rjúfa húð til þess að við getum náð stjórn á þessum sjálfvilju vöðvahreyfingum. Það verður ávallt að vera samræmi á milli aðstæðna á vettvangi og þeirra valdbeitingar sem að lögreglumenn grípa til. Lögreglumönnum ber skylda til að beita alltaf vægasta úrræði við valdbeitingu hverju sinni. Lögreglan valdi Taser 10 þar sem það er nýjasta og öruggasta rafvarnarvopnið á markaðnum í dag. Það hefur einnig mun lægri spennu heldur en aðrar og eldri tegundir af rafvarnarvopnum. Síðan langar mér að ítreka þetta samtal sem á sér stað á milli búkmyndavélarinnar og rafvarnarvopnsins sem eykur öryggi okkar allra.